Nú þetta svolítið erfitt mál. Það stendur þarna orða á móti orði. Það eru svona, kirkjan að minnsta kosti búin að viðurkenna það að þú hafðir rétt fyrir þér þessar ásakanir. En þarna biskupinn að segja í raun og veru að þú sért ekki að segja satt og þú segir á móti að biskupinn hafi verið hér í viðtali á mánudaginn og hreinlega logið. Þú stendur alveg við það? Algjörlega. Sko, ef þið bara skoðið söguna, þá ég búin að vera að segja sannleikann og það sannleikunum sem hefur staðið við bakið á mér og það þess vegna sem ég geta haldið áfram. Og því skildi ég fara að búa til eitthvað núna. Ég er ekki eftir einhverjum biskup bara að taka næsta biskup. Þetta heilagur sannleikur sem ég að segja. Og það gífurlegt áfall fyrir maður að sjá hann standa í sjónvarpinu. Þetta minnir mig mjög mikið á 1996 þegar ég sé hann standa þetta í sjónvarpinu og ljúga. Alveg svo Ólafur Skúlason gerði á sínum tíma. Já, þér leið þannig þegar þú horfðir á þetta á mánudaginn? Þegar ég horfði á þetta á mánudaginn þá fekk ég gömlu tilfinningarnar upp aftur. Sem var gífurleg reiði, sársauki og svo kom ótti líka. Sem gamall ótti, sem tilheyrði 1996. Já. Hvernig var svo ótti? Það kom bara, það varð allt inn þessi tilfinning, það eitthvað óhreint í gangi, það eitthvað að gerast sem ég ræði ekki við og einu sinni enn eitthvað maður að segja að ég sé að ljúga þegar ég bara að segja heiðarlega frá og þegar ég fór að sofa þá fekk ég gömlu martröðina mína sem var að einhver væri fyrir utan húsið mitt og myndi gera mér eitthvað. Dóttir mín sem var 11 ára 96, hún átti erfitt með að fara að sofa og var mjög hrædd heima hjá sér. Þannig að við fórum bara við það að sjá þennan biskup ljúga, þá fengum við aftur sömu gömlu tilfinningar þessi tilheyrðu 96. Og þetta náttúrulega svolítið alvarleg ásökun hjá þér því að þetta maður sannleikas biskupinn að hann hafi bara hreinlega verið að ljúga. Já, það já. En þetta verður ofsalegt fjölmiðlafár í kringum þetta mál eins og kannski vonlegt var árið 1996. Það voru sumir sem studdu þig, aðrir sem trúðu þér ekki og þú hefur lýst því að þú hefur orðið fyrir heilmiklu aðkast og þú hreinlega flúðir land út af þessu. Segðu mér aðeins frá þessum tíma og þessu átaka ári 96. Já, sko, ég náttúrulega legg bara á stað með ofsalega einlag og ætla bara að afhenda þeim þessa vitneskju mína og síðan að geta bara halda áfram að lifa, lífinu frjáls. Og þegar ég uppgötta það að enginn ætlar að taka við þessu neinu alvöru og almenningur bregst svona harkalega við og ég kölluð hóra og ég með athyglishyggju og eiturlyfjaneytandi og það bílum lagt fyrir utan húsið hjá mér. Fékkstu þetta allt saman í andlitið? Allt í andlitið, já og síðan ef ég var að labba niður í bæ að þá vissi ég aldrei á hverju ég átti vona og ég gat alveg átti vona að einhver labbaði upp á mér og sagði þú ert meira hóraðinn. Gerðist eitthvað þessu líkt? Já. Þetta gerðist sko oft og 17. júní 96 það var mjög óþægilegt að vera niður í bæ með börnin mín því við vissum aldrei af hverju horft svona á hana. Það vegna þess að viðkomandi reiður eða það vegna þess að eitthvað annað. Kallmenn áttu líka til að segja ég skil hann svo vel, þú ert svo flott. Svo vanvirðingin og óhugnar var gífurlegur. Og þetta var náttúrulega gífurlega óréttlátt vegna þess að ég var að færa kirkjunni og þjóðinni siðblinda mann. Og það enginn, auðvitað voru margir sem trúði mér, en kirkjan neitaði allavega að taka ábyrgð og fjöldi mann sem dæmdi mig. Já, og það þá þannig þegar að kona í aðstæðum eins og þessum svona gríðarlega erfiðum aðstæðum, þar sem sumir trúa og aðrir ekki, að vantrúnaðurinn á þína sögu, hann yfirskikir kannski stuðningin eða hvað? Nei, hann gerir það ekki, en það verður, sko, raddirnar eru kannski hærri og símtölum sem ég var að fá og þegar ég kom kannski heim eftir vinnudag, það voru 50 skilaboð og það voru morðhótanir, ég var kölluð ýmsum nöfnum og auðvitað, sko, bregður manni við að heyra svona og þannig það kannski smá saman skilur meira og meira eftir sig inn í manni heldur en kannski allt hitt. Já. Svo var þetta nú líka til þess að það höfðu samband við þig konur sem að höfðu ekki komið fram. Já, það Hvað hefur þú haft samband eða talað við margar konur sem segja að Ólafur hafi brotið á sér? Já, ég er í persónulegum tengslum við 6 núna, í dag. Og þær hafa náttúrulega ekki allar komið fram með það? Þær hafa ekki allar komið fram. Og til dæmis eina af þeim var vitni mitt þegar ég var, Ólafur ákærði mig og þá var hún vitni það að Ólafur hafði líka framkvæmt svipaða hluti gagnvart henni.
og ég hef aldrei sagt frá henni eða komið upp hana því jafnvel þó svo það hefði verið gagna mér að þá hef ég tekið þið mjög alvarlega ef ég hef lofað einhverjum að þegja og það var líka hluti af því sem var erfitt á sínum tíma vegna þess að ég var alltaf að lofa einhverjum bæði prestum og öðru fólki að þegja ég var alltaf að hilma yfir með einhverjum af því að þeir vildu ekki að þorði ekki og það kannski léttir inn í dag að núna trúir fólk því þannig nú þarf ég ekki að láta sem að ég veit ekki hluti. Já. Hvernig fór þetta með fjölskylduna? Þetta fór bara mjög illa með fjölskylduna. Fyrsta lagi þá þegar ég flytt út, þá byrja ég að fá alvarleg kvíðaköst og dóttir mín sem var þá 11 ára, hún þurfti að flýta sér heim til þess að vera með mömmu sinni, því ég átti mjög erfitt með að vera ein. Ég skildi eftir 2 börn hérna og 1 barnabarn. Maðurinn minn skildi eftir 2 börn og við skildum bæði eftir foreldra. Og hérna maðurinn minn, hann misti vinn út af þessu. Hann var í Langholtskirkjukornum, hann varð að hætta þar vegna þess að þar var trúnaðarbrestur og sem var að völdum Ólaf Skúlasonar og hérna þannig að afleiðingarnar voru ansi stórar. Já. En núna fer þetta mál aftur á stað, núna miklum krafti núna undanfarna daga og svo sem áður líka þegar þú fer fyrir kirkjuráð fyrir einhverju síðan, svo fer dóttir Ólafs fyrir kirkjuráð núna á dögunum. Þetta reyndar svolítið langa bið. Finnst þér þá núna eins og baráttan þín hafi kannski loksins skilað einhverju? Sko ég ekki vafa baráttan minn hafi skilað hellingu og ég ofsalega þakklátt því að þetta sé komið svona langt. En þessu ekki lokið. Ég verð ekki sátt og ég trúi ekki á að þetta verði, eða hvernig ég orða það, mín reynsla er svo að ég haf ekki getað treyst því að það sé verið að hjálpa mér. Og ég kannski meira bjartsýn núna en ég hef verið nokkur sinnum áður. En ég verð að sjá það, ég verð að upplifa það til þess að trúa því. Og fyrir utan það að sko ég náttúrulega alls ekki sátt við það að bæði Hjálmar Jónsson og Karl Sigurbjörn sitji og segja sér ljúga. Ég get ekkert sett mig við það, ekkert frekar en Ólafur sagði að ég gerði það. En hvað finnst þér þá það vegna þess að kirkjan hefur verið að stíga fram, kirkjuráð með yfirlýsingu, séra Karl líka segist trúa ykkar frásögn. Finnst þér þetta vera gert af einlægni og heiðarleika af kirkjunni eða hvernig lítur þú á það? Hann segir ekki beint að hann trúi okkar frásögn. Ef að Karl Sigurbjörnsson kæmi og segði einlæglega ástæðan fyrir því að ég reyndi að þakka niður í þér var að ég var hræddist Ólaf, til dæmis, sem mínar getgátur. Þessi maður hafði einhvern veginn óeðlileg tök á þessum mönnum sem að einhverja lítil kona sem var óvart ég, sem að barðist á móti, en þeir gafast upp við og gerðu ekki. Ef hann kæmi og viðurkenndi þessi mistök sín og segði einlægni að hann tryði mér, að þá myndi ég trúa honum. Fannst þér hann ekki tala af einlægni til dæmis í fréttum í gær og fréttum Stöðvar 2 í gær, hann kom fram í báðum fréttatímanum og... Nei, ég finn ekki þessi einlægni. Ég trúi ekki þessu sem hann er að segja. Ég trúi því hann hafi vitað allan tíman að ég var að segja satt. En ég trúi ekki því að hann sé að koma fram að einlægni. Núna. Hann talaði líka það að sóknarbörn Ólafs ættu líka minnast góðu stundana í kringum hann, það mætti ekki gleymast og hann væri breyskur maður. Já. Þetta náttúrulega bara frekar fyndið. Maðurinn var afbrota maður. Hann var nauðgari, hann var barnaníðingur og er það að vera breyskleik, að hafa breyskleika. Það er bara að vera alvarlega sjúkur. Og það að eiga góða stundir, auðvitað hafði hann einhverja góða stundir en akkur er verið að segja það í sömu setningu. Og það er verið að biðjast ykkur afsökunar. Já. Þannig þetta er svona, maður fær svona svolítið tilfinningun, já, við hann að biðjast afsökunar. Svo kemur hitt, það var ekki alveg að marka það. Þannig hann gaf og tók. Já. Sumir segja í þessu máli, þótt að það virðist nú vera sem svo að flestir orðið trúi ykkar frásögn, þá segja líka sumir, má þetta ekki liggja kyrrt? Séra Ólafur er látin, má ekki láta þetta bara liggja eins og það er? Þarf að fara lengra? Aldrei. Já, vegna þess að þetta er dæmi þar sem að er sjúkur faðir í heilri fjölskyldu sem næra eitra og skaða heilan flokk. Og það er það sem þarf að uppræta. Það þarf að hleypa út eins og einhverju prestur sagði sko greftrinum. Það þarf að hreinsa til og ef það er ekki gert
og hreinleikinn ekki tekin inn, það heldur kirkjan áfram að vera veik. Og það ekki bara kirkjan, við erum ekki bara að tala um kirkjuna, við erum að tala um hinar og ýmsu stofnanir. Og meðan við erum tilbúin til þess að hilma yfir að þetta bara sárt eða ljótt, þá heldur þetta áfram í samfélag okkar. Og við erum fjöldi kvenna sem hefur orðið fyrir til dæmis þessum manni. Akkur eigum við ekki að heyrast? Bara því að fólkinu finnst það erfitt að upplifa einhverja tilfinningar. Við erum búin að lifa með þessar tilfinningar kannski 30 ársumar. Þú talar um kirkjuna, sumpart snýst þetta náttúrulega líka bara um menn kirkjuna en ekkert endilega kannski kirkjuna sem stofnun, nema kannski þegar það komið að viðbröðum. Þykir þér ennþá vænt um íslensku þjóðkirkjuna eftir þetta allt? Já, það svo undarlegt að sko ég knúin af þrá eftir því að þessi kirkja verði heil og ég get ekki útskýrt en það bara eitthvað mjög djúp þrá sem hefur kannski gert það líka verkum að ég hef getað haldið áfram og haldið áfram og haldið áfram. En þegar þú lítið tilbaka, nokkra áratug eftir í tíman, þegar þú ferð af stað, gegn einum æðsta, virtasta og vinsalasta manni kirkjunar. Finnst þér allan tíman, ég meina, hvernig horfir á þessa baráttu í dag? Var hún þess virði? Já, það það sem óútskýranlegt. Því þetta bara frekar, sko, ef ég lít tilbaka þá hugsa ég bara, hvað varst að spá? En það var ekki það. Ég knúin af einhverju sem ég get ekki útskýrt. Já. Það réttlætiskenndin ofsalega sterk og ég get ekki hugsað mér að þessi viðbjóð sé til. Og ég verð bara að halda áfram og útrýma. Ég að gera það í mínu starfi. Ég að aðstoða í dag fórnarlömb til þess að þau ná að verða heil og finni tilgang í lífinu. Þannig ég að græða og ég verð að halda áfram að hreinsa og græða. Það bara mitt hlutverk, hvort sem ég vil eða ekki. Hefurðu trú á því að sannleiksnefndin sem að á að skipa verði einhvers konar lokapunktur í þessu máli? Já, ég trúi því að ef það verður skipuð sannleiksnefnd sem heiðarleg og ekki vinir Ólafs Skúlasonar eða vinir einhverja sem að tilheyra þessu máli, að þá hef ég trú á því að það getur orðið endalok. Þakka þér kærlega fyrir að koma hérna til okkar í Kastljós. Takk.